hverjum morgni sem ég vaknaði, ég vil heyra það sem Drottinn Guð vor til vor talar. Versið á eftir segir, hann talar frið til dýrkenda sinna. Hann talar frið. Halleluja. Og hann gefur frið. Hann gefur frið, öllu illu hann ryður burt. Hann gefur frið, hann gefur frið, hann gefur frið, öllu illu hann ryður burt. Hann gefur frið, hann
your glory, Lord, more than anything else. Oh, I want to glory, Lord, more than life itself. I want to feel your touch down in my soul. Holy Spirit, take control. I hunger for, I want your glory, Lord. Glory, Lord, more than anything else. I want to glory, Lord, more than life itself. I want to feel your touch down in my soul. Holy Spirit, take control. I hunger for, I want your glory, Lord. I want To glory, Lord, more than anything else. I want to glory, Lord, more than life itself. I want to feel your touch down in my soul. Holy Spirit, take control. I hunger for, I want your glory, Lord. I Want to feel your touch down in my soul. Holy Spirit, take control. I hunger for, I want your glory, Lord. I want to feel your touch, Lord. I want Want to feel your touch down in my soul. Holy Spirit, take control. I hunger for, I want your glory, Lord. your touch.
þínu nafni dýrðina. Amen. Og aftur gleðilegt ár. Amen. Takk Jesús. Það svo gott að bara eiga okkar góða Guð að. Og maðurinn hann skapaður fyrir að eiga samfélag við hann og ég held að það sorglegasta sé að fara í gegnum þetta líf og þekki aldrei skaparann. Það það sorglegasta sem nokkur maður í raun og veru getur upplifað, að fara í gegnum allt lífið og kynnast aldrei skapara sínum. Það eins og barn sem að fæðist inn í hennan heim og þekkir aldrei foreldra sína. En Guð, hann skapaði okkur til að eiga samfélag við sig og við lifum á, já, það ekki meiri síðari tímar heldur en að við lifum á núna, því að þetta eru þeir síðustu. Og það mikið sem gengur á í kringum okkur, en það gott að eiga svona akkeri til að festa skipi sitt við. Og okkur sagt í þessari bók að trúin okkar sé ankeri og von sem að við getum í raun og veru fest okkar líf við. Þó að stormarnir geysi, þá getum við komið inn á fjörð og ég man þegar ég var á sjónum, þá lágum við stundum út af Vestfjörðum einu sinni á Ísafjarðardjúpi jól og við biðum veðrið af okkur og þökk sé Guði fyrir Hvítasunnu-kirkjuna á Ísafirði sem gaf mér þá lopapeysu í jólagjöf. Manni hann Sigfús blessaður, yndislegur maður, hann kom og gaf okkur öllum jólagjafir þegar við komum inn til Ísafjarðar það árið. Ég man ekki hvað ár það var, sennilega 72-3 að já, þá var ég á togara sem hét Hafliði, síðutogari. Ég held að þessi ekki til lengur, nú hafa menn bara skuttogara. En sumum finnst ekki mikið til þess koma sem við erum að gera núna, að koma saman í húsi og tala við einhvern sem ósýnilegur. En sama fólk að það getur endalaust naggað í einhverju öðru ósýnilegu fólki á vefmiðlum og ég vil freka fara bara í orginalinn og taka þetta án veraldarvefsins og hafa þetta beina samfélag í þeim anda sem Guð gaf mér við hann. Amen.
Þannig að bara gleðilegt ár, elsku vinir, og ég trúi því að þetta sé árið sem Guð hefur gefið okkur. Og þetta verður bara yndislegt ár eins og það síðasta. Ég varð ekki var við nein vandamál hér allavega. Ég veit ekki hverjir urðu vari við þau. Allavega ekki ég. Ég hef verið hér bara allt þetta ár og tala við þennan ósýnilega. Og það hafi ekki verið nein vandamál þarna uppi og hann hefur eiginlega sagt að það sé allt í lagi hérna niðri líka. Þannig að Guð, hann er góður. En mér langar að bara leggja eitt orð inn í þessa stund og það er orð Jesú Krist. Reyndar ætla ég að vera jákvæðari en Jesús var og þú segir hvernig er það hægt? Ég ætla að segja, viltu vaka með mér eina stund? Jesús sagði þið gátuð ekki vaka með mér eina stund. Og vitið þið hvað, að þegar ég horfi á allt sem er að gerast og það er talað um þess að þörf fyrir sálfræði aðstoð og allt þetta, að það er eitt í raun og veru sem að menn þurfa á að halda og það er þetta, eða þessi snerting frá skaparanum í dag. Það er bara hann sem getur, sko, fólk er að tala um reset. Það er svona eina af þessum flottu samsæriskenningum, segja sumir. En skaparinn er sá eini sem getur endursett þig. Og þegar talvan þín bilar og hún slekkur á sér, að þá er hann sá eini sem hefur rétta reset takkan til þess að endursetja þig. Og hann í raun og veru gaf okkur þetta reset sem við köllum ný sköpun í Kristi. Það finnst mér frábært. Það eru núna að ég var að líta á bók sem pabbi og mamma gafu mér. Það er skrifað 15. febrúar 1977. Ég hætti ekki að drekka þá en ég endurfæddist. Hvað hélst áfram að drekka eftir þú endurfæddist? Auðvitað. Maðurinn lifir ekki á þess að hafa vatn. Ég miða allt við það þegar ég endurfæddist þegar ég var ný sköpun í Kristi. Ég man ekkert hvort ég hætti að drekka eða drakk eða ég man að ég hætti að reykja. Jú, ég held ég hefði hætti að drekka vín. En allavega það var ekkert mál fyrir mig af því að ég var orðin ný sköpun og þessi nýja sköpun, hún hafði aldrei drukkið. Þannig að þessi gamla var svo sem drakk og hún var grafin. Ég hef ekki séð þann mann síðan og vil ekki sjá hann. Þannig að við sem erum endurfædd, nú erum komin, ég á 45 ára afmæli í febrúar. Þannig ég er ekki 72 ára, ég verð 45 ára. Halleluja. 45 ára. Og ég lít út fyrir það. Já, sko. Já. Ég gæti alveg bara ef einhver vil, ef þið viljið slá saman í svona háralit. Ég hef einu sinni litið á mér hárið og þá komst það upp. Þannig ég veit ekki hvort ég geri það aftur. En það er gott að vera ný sköpun í Jesú Kristi og miða sitt bara dagatal við endurfæðinguna. Vegna þess að þá virkilega byrjum við að lifa lífinu þegar við byrjum að lifa því með skaparanum okkar Jesú Kristi. Og getum ekki vakað eina stund með honum á þessum tíma. Hann segir ritningin er ennþá að biðja fyrir heiminum. Hann biður ennþá fyrir okkur, Hebreabréfi 7:25. Og skilaboðin hans til okkar núna, viljum við taka þátt og biðja með honum, viljum við leggja þetta ár í hans hendur, viljum við skipa okkur í skarðið
með honum. Hann sagði okkur sjálfur í Markúsarguðspjalli, spámaðurinn Jesaja hafði sagt það áður að kirkjan væri bænahús. Kirkjan væri bænahús. Ekki kaffihús, heldur bænahús. Amen. Bænahús. Og þá allt í lagi að biðja í kirkju eða hvað? Eða svo mikið prógram í kirkjunni að sé ekki tími til að biðja í kirkjunni? Ef að kirkjan á að vera bænahús, erum við þá upptökin af öllu öðru heldur en að biðja í kirkjunni? Nei, kirkjan á að vera í bænahús, á að vera bænahús, og það segir að hann varveitir útgang okkar og inngang. Þegar við komum út úr bænahúsinu, að þá glóum við fyrir hann. Þá glóum við fyrir hann og menn sjá í raun og veru ljósið frá dýrð Guðs. Amen. Og í annarri Krónikubók, ég ætla að fara aðeins yfir bænahúsið með okkur í dag, að þar skrifað að hann, ef að við auðmýkjum okkur, ef að við snúum okkur frá okkar vegum, leitum auglitis hans, að þá vill hann heyra okkur frá himnum. Og það segir meir en það, að hann segir að augu mín, hjarta mitt, og hann segir að eyru mín munu vera gaumgæfing gagnvart þeirri bæn sem borin fram á þeim stað. Og hann segir að augu mín og hjarta mitt, þetta eru vers 15 og 16, önnur Krónikubók, 7. kafli, munu vera þar alla daga. Eitthvað af því að vera á þeim stað þar sem augu Guðs eru, hjarta Guðs eyra Guðs ekki bara allt í lagi að vera þar? Það þá þessi hvíta bygging hér? Nei, það staðurinn þar sem Guðs fólk kemur saman. Það staðurinn þar sem Guðs fólk kemur saman. Og ég vil líka segja, sumir segja að það bara allt í lagi að vera að streyma. Nei, það ekki allt í lagi bara að streyma, þó við séum að streyma. Það sem að skiptir máli að Guðs fólk komi saman og hristi staðinn. Það gerðist þegar Guðs fólk koma saman í postulasögunni, þá var staðurinn skekinn af hverju? Af því að Guð var að koma og hlusta. Hann kom inn og var mitt á meðal þeirra og hann var að hlusta. Sjáðu til, þú getur keypt reiðhjól í pakka og þú farið kannski sent og það koma gerðirnar hérna og stýrið hérna, og sum hjól eru seld þannig, ef þú kaupir þau erlendis frá, að þau ekki samsett. Og þú getur bara, hjólið bara ónothæft þangað til þú setur það saman. Og það það sem gerist þegar líkami Krists kemur saman, að þá verður hann eins og hjól eða hús eða hvað það eða líkami sem samsettur og virkur. Hann á ekki að vera bara dauðir hlutir hér og þar í pakka, hann á að koma saman. Og það þá sem að staðurinn sem að líkaminn kemur saman á skekinn. Augu mín, hjarta mitt, eyru mín skulu vera þar alla daga. Í dag lifum við á tíma ákvarðana, og hvenær höfum við ekki lifað á tíma ákvarðana? Þetta lífið hefur alltaf, kynslóðirnar hafa snúist að taka ákvarðanir. Á dögum Jesú Krists þá þurftu þeir að taka ákvörðun það, hvað þeir ætluðu að gera, þessi lærisveinar Jesú. Og það voru margir af lærisveinum Jesú sem tóku þá ákvörðun að ganga burt frá honum. Og það eru margir enn þann dag í dag, því miður, sem að taka þá ákvörðun að ganga frá honum. Þeir segja nákvæmlega það sama og þeir sögðu þá, Jesús, þessi ganga, hún og erfið. Þetta og erfitt. Og þeir fóru frá hann. Þannig að Jesús Kristur, hann upplifði nákvæmlega það sama og margar kirkjur að upplifa í dag. Sumir segja ef að Jesús hefði verið hérna að þá væri þetta ekki svona og svona. Jæja,
þeir yfirgáfu Jesúm Krist líka. Og þeir yfirgáfu Pál postula líka. Og þeir yfirgefa ennþá kirkjurnar okkar líka. Af hverju? Af því að það var erfitt, segja þeir. En Pétur, hann segir, þegar Jesús spyr, ætlið þið líka yfirgefa mig? Þá segir Pétur, heyrðu Jesús, hvert ættum við eiginlega að fara? Og veistu hvað? Þetta nákvæmlega það sem ég verið að hugsa undanfarin ár, undanfarnar vikur, hvert í ósköpunum ætti ég að fara, hvað ætti ég að gera? Ég segi eins og Pétur, þú hefur orð eilífs lífs. Þú hefur orð eilífs lífs. Það er ekkert annað að fara. Þegar þessu lífi er lokið, þá hefur þú ennþá líf fyrir mig. Þú ert ekki bara með augun á þessu lífi, þú hefur lífið allar aldir, öldum saman. Og Jesús Kristur, sama hvað gengur á, ég ætla að ganga með þér. Ég ætla að ganga með þér. Það er svo ákvörðun, ég ætla að koma og gefa þér eina stund, ég ætla að halda áfram að rækja bænahúsið, halleluja. Og ég verð alltaf gladur þegar menn segja við mig, við skulum ganga í hús Drottins í dag. Og það var Davíð reyndar líka, og þegar Davíð hitti risan, að þá var hann að koma einmitt út úr húsi Drottins. Þess vegna var risin ekki neitt, vegna þess að Davíð var svo fullur af dýrð Guðs úr bænahúsinu. Hann hafði verið að tala við Drottin. Og hann eyddi tímunum saman með sauðunum úti á völlunum að tala við Drottin. Og ef það kom ljón eða björna, þá var það ekkert fyrir Davíð af því að Drottin var með honum. Amen. Þannig að tími ákvarðana er enn þann dag í dag. Ritningin segir í Sálmi 14:2, ég er ennþá með hann. Það er bara gott orð. Að Drottin, hann lítur niður að himni og hann er að skoða, hann er að fylgjast með. Og ég er svo gladur að Drottin er að fylgjast með. Veistu þið, hann merkir í kladdan þegar þið komið á bænastund. Já, þetta var svolítið svona holdlegt. Jæja, en hann fylgist með. Hann fylgist með og það fer ekki fram hjá honum þegar þú biður til hans. Það fer ekki fram hjá honum þegar þú talar við hann og þegar þú leitar hans. Ég sagði ykkur hérna frásögn síðasta sunnudag og ég deildi því á Facebook síðunum minni konu sem heitir Amy McPherson eða hét, og hún upplifði miklar þrengingar í sínu lífi. Hún fór til Kína og ég man ekki alveg hennar sögu, en hún var búin að upplifa margar þrengingar. En hún byrjaði starf, minnir að hafa verið í Los Angeles, og ef þið farið inn á Facebook síðuna mína, skrollið niður veggina, þá sjáið þið vitnisburðin sem að ég deildi. En það var á einni samkomu að hún er að predika, og það eru mikill fjöldi manna, og Guð, hann hafði litið niður að himni einmitt þá, og hann fer að tala inn í hjarta hennar og segir við hann að ég vil gera skapandi kraftaverk hér í dag. Þannig að Amy McPherson, hún hættir að tala. Hún segir, það er einhver hér inni sem Guð vill lækna. Viltu ekki koma hérna fram? Í 10 mínútur, eða svo þar bil, þá kallar hún, gefur svona það sem við kallum altariskall. Enginn kemur. Enginn kemur. Hún heldur bara áfram að predika, og það er svona eins og við, heyrði ekki rétt frá Guði. Aftur í predikunni kemur þetta. Það er einhver hérna inni. Ég þrá að gera skapandi kraftaverk. Hún kallar aftur fram. Og loksins kemur kona í hjólastól og það er teppi yfir kjölt hennar
og hún kemur fram og segir, ég veit ekki hvort að þú ert að tala svona mikið skapandi kraftaverk. Hún lyftir teppinu upp, það lítið barn með vanskapað andlit, engar fætur, engar hendur. Og ég veit ekki hvað þið hefðu gert, en Amy McPherson, hún bað einfalda bæn fyrir barninu. Svo segir hún, við skulum öll lofa Guð saman. Það var ekki öðruvísi heldur en lofgjörðin okkar hérna áðan. Við skulum öll lofa Guð saman. Í 30 mínútur lofaði söfnuðurinn Guð saman. Þá fór eitthvað að gerast. Hendur komu út á barninu, fætur, og andlitið varð heilbrigt. Það stendur ekki að allt hafa orðið vitlaust, en ég efast ekki að það hafa orðið mikil fagnaðarlæti. Og þetta ekki eina kraftaverki sem við höfum heyrt frá þessum tíma. Það var annað kraftaverk sem við heyrðum frá á samkomi hjá A.A. Allen, þar sem lítill drengur fekk einlega samskonar lækningu. Hann vantaði ekki á hann fæturnar, en þeir voru kræklaðir, hendurnar kræklaðar, og hann var með 39 fæðingar galla. En það sem ég langar að segja þetta, að það var Guð sem vildi gera kraftaverkið. Það bara talaði til, það var Guð. Það var enginn að biðja Guð kraftaverk. Það var fólk hérna samankomið til að lofa Guð, og Guð leit niður af himni og hann vildi vera með. Það var hann sem vildi gera kraftaverkið. Og þegar ég var að hugleiða þetta, þá kom upp í huga mínu Matteus 8:3, þar sem líkþrár maður kemur til Jesú Krist og hann segir, viltu lækna mig? Og Jesús segir, ég vil, verið þú hreinn. Aftur kemur 100-höfðingi til hans og segir að hann eigir svein heima, eða son sem lami frá móðurlífi, ef ég man rétt. Matteus 8:7. Og hvað segir Jesús? Við skulum fasta og biðja, við skulum hafa bænavíku. Nei, hann segir bara, ég kem og lækna hann. Ég kem og lækna hann. Matteus 12:15, þar segir, einhver með það? Matteus 12:15. Það voru margir sem komu til hans og hann læknaði alla. Hann læknaði alla. Þannig að ef að þetta var þjónusta Jesú Krist, og ef að líf Jesú Krist nerist þetta, af hverju ósköpunum við þá ekki að upplifa hið sama? Og þetta spurning sem að margir hafa spurt árum saman. Af hverju ekki? Hans kirkja snerist þetta, að lækna hina sjúku. Ég var að hlusta á predikara núna ekki alls fyrir löngu og reynda búin að hlusta á hann nokkru sinnum, og hann var að tala um sólið, tunglina og jörðina, og hvað kemur það þessu við, segiru? Við skulum sjá hvort það kemur þessu eitthvað við. Hann sagði að þegar jörðin kæmi, þar að segja, nei, hann sagði, við skulum bara hafa þetta í réttri röð. Nú, kannski það eru kennarar hérna inni og það eins gott að segja ekki neitt vitlaust. Sólin, nei, tunglið, það birtu sína frá sólinni. Tunglið, það lýsist ekki upp nema sólin skíni á það. Þannig að það bara svona eins og endurskinsmerki, tunglið. Veit ekki hvort má segja það. En þegar að jörðin kemur inn á milli, þá myrkvast tunglið. Þannig að við fáum ekki endurskinn frá
frá tunglinu þegar sólin skín ekki á það. Og hann sagði þessi predikari, og það virkilega hitti í mark hjá mér, að okkar Guð, þegar dýrð hans skín á okkur, þá endurspeglum við dýrð hans. Og svo það þegar heimurinn kemur inn á milli, að þá minnkar ekkert dýrð Guðs. Sólin ennþá hins sama, þó að jörðin fara á milli, en þegar heimurinn kemur milli okkar og skyggir á dýrð Guðs í okkar lífi, að þá hættum við að skína. Þá hættum við að skína. Þetta gerðist aldrei hjá Jesú Kristi, en þetta er bara kirkjusagan. Að það er svo oft sem að við erum svo upptekin af heiminum og öll í kringum okkur, að það kemur á milli okkar áhyggjan fyrir lífinu og allt þetta, það kemur á milli okkar og dýrðar Guðs. Þannig að það er ein af ástafanum fyrir því að við sjáum ekki það sama og Jesús fekk að sjá. Það var annað sem að þessi predikari sagði, og mér langar að miðla með ykkur. Ég sendi ykkur þessa predikun, en það er ekki allir sem nenna að hlusta á predikanir. En hann sagði að þegar Guð, það var ástæða fyrir því þegar Guð leiddi öll dýrin fram fyrir Adam, að hann lét Adam nefna þau. Það var líka ástæða fyrir því að Guð nefndi myrkrið nótt. Það var ekki lengur bara myrkur, það var nótt, sem að dagur, og hann talaði svolítið þetta, predikunin gekk eiginlega svolítið út á það að við nefnum hlutina. Það var ástæða fyrir því að Jesús var nefndur Jesús, Jóhannes. Og það skiptir máli í raun og veru hvernig við nefnum okkar kringumstæður, hvaða nafni við nefnum okkar kringumstæður. Þegar dagurinn er svona hjá þér, ætlar þú að vera á undan óvininum að gefa deginum þínum nafn? Eða ætlar bara að leyfa óvininum að nefna daginn og segja svona er þinn dagur? Eða ætlar þú að nefna daginn þinn sjálfur? Þetta er dagurinn sem Drottinn hefur gert, allt megnægi fyrir hjálp hans sem í styrkan gerir, engin vopn sem smíð verða móti mér munu sigurvænleg verða. Ætlar þú að vera á undan að nefna daginn, eða ætlar að leyfa óvininum að, eins og hann sagði, make my day? Það skiptir máli, og það er þess vegna sem að við segjum, og ég segi, ég er ný sköpun í Kristi. Ég er ekki gömul sköpun í bata, ég er ný sköpun í Kristi. Ég er ný sköpun. Fyrir 45 árum, þá fæddist ég. 44 og eitthvað. Ég á afmæli 15. febrúar. Halleluja. Það voru 45 ára í Kristi. 45 ára í Kristi. 15. febrúar, munið eftir því. Eða vil ég gefa mig gjöf. Amen. Þannig að af hverju sjáum við ekki? Hann talaði svolítið þetta, af hverju, þessi predikari, af hverju við sjáum ekki það sem að við viljum sjá. Guð breytti lífið þessa manns, hann sagði, ég var búin að vera í 40-50 ár með svona litla kirkju,
og það var bara bænahús og það voru 5-6 á bænastundum. Allt í einu mætti Guð á staðinn og núna á þessum dögum eru 300 á bænastundum og ég veit ekki hvað eru margir á samkomum og hann að ná til alls heimsins í dag. En hann samt að segja, hann ekki að sjá þau kraftaverk sem hann þráir að sjá. Hann ekki að sjá þessa bækluðu læknast eins og hann þráir að sjá. Og hann var að segja frá dæmum sem hann hefur beðið fyrir og það hefur ekki gerst ennþá. Hann sagði að Guð hefur sýnt mér að hann ekki tilbúinn að starfa á þennan hátt ennþá í kirkjunni fyrir en að hann fær að hreinsa og hann fær að eiga kirkjuna. Hann vill fá að eiga kirkjuna. Hann vill fá að eiga hana. Og það vers í Hósea 6, 7. kafla og 7. vers sem segir ég sem sagt, vil ekki allar þessar fórnagjafir þínar, ég vil bara fá hjartað þitt, ég vil að þú elskir mig. Og það einmitt þetta að Guð, hann ekki að líta niður og sjá hverjir eru klárastir, hverjir eru að gera mest og hvað þeir hafa náð miklum árangri. Hann lítur niður og hann vil fá að sjá einhvern með auðmjúkt hjarta, einhver sem elskar hann af öllu hjarta og tilbúin að gera hvað sem fyrir hann, af því hann elskar hann. Hann ekki að leita að þessum klárum. Ég meina, þá hefði hann ekki valið fiskimenn á sínum tíma. Hann bara að leita að þeim sem hafa hjarta eftir honum, elska hann tilbaka. Eins og Amy Macpherson, hún elskaði Drottin, hún fór til Kína, hélt hún að fara þangað og svo var það ekki rétt og hún fór þangað og hún gerði þetta. Hún elskaði Drottin af öllu hjarta. Hún var fyrirlitin af mönnum líka, en hún elskaði Drottin. Mönnum fannst hún ekki nógu flott, mönnum fannst hún ekki hafa reynst Drottni nógu vel, en Drottin leit niður og hann vildi nota þessa konu og hann notaði hann á stórkostlegan hátt. Og stundum erum við þannig að fólk alveg hissa á að Guð noti þig. Eða þig. Þú ekki nógu flottur, þú ekki nógu menntaður eða hvað það er. Nei, Guð, hann býður þessi í ritningin í Jesaja 30 að geta miskunnað okkur. Hann býður þess að geta miskunnað okkur. Og það eru 2 ritningar sem ég langaði að lesa kannski. Það 2. Korinthubréf 6:17 og 2. Tímóteusarbréf 2 og skulum lesa 2. Tímóteusarbréf, ég datt niður á það fyrst. Það segir: á stóru heimili ekki einungis gullker og silfurker, heldur tréker og leirker. Sum eru til viðhafnar, önnur til óþriflegri nota. Sá sem fær sér hreinangjört af slíku mun verða ker til viðhafnar, helgað og hagfellt húsbóndanum, hæfilegt til sérhvers góðs verks. Þannig við vitum það að þegar á að framkvæma skurðaðgerð eða eitthvað, að þá eru notuð sérstök verkfæri og þau eru dauðhreinsuð. En það alls konar önnur verkfæri inn á skurðstofunni, en þau eru ekki notuð endilega í það mikilvægasta, þau eru bara svona hjálpartæki. En ef það segir hérna, sá sem fær sér hreinangjert mun verða ker til viðhafnar, helgað og hagfellt húsbóndanum, hæfilegt til sérhvers góðs verks. Og þú getur sagt, já, ég verð að vera svo og svo heilagur. Nei, þú þarf bara að hafa þetta hjarta að elska Drottin og þetta hafa þetta einlaga hjarta: Drottin, ég vil þig, ég vil bara vera hreinn vegna þín. Ég vil leyfa þér að þvo hendur mínar. Ég vil leyfa þér að þvo fætur mínar. Í 2. Korinthubréfi 6:17 segir: þess vegna segir Drottin, farið burt frá þeim, skiljiðu frá þeim, snertið ekki neitt óhreint og ég mun taka yður að mér. Ég mun vera faðir, þér munu vera mér synir og dætur. Ég man að ég predikaði einhvern tímann á Kotmóti hreinleika og ég tók þá mynd af því að ég nú svona vélakall að sumir
stundum höfum við fólk sem hefur mikla smurningu og okkur finnst mikið til þeirra að koma og hafa kraft en hérna fyrir mér hreinleikinn meiri og ef að ég tök sundur vel og þetta dæmi sem ég gaf á kotmóti og ég set hana saman og svo set ég olíuna á hana en ég hreinsa hana ekki nógu vel að þá getur vélinn gengið stund en smátt og smátt fara sandagnirnar að slípa sig inn á milli leguhlutana og vélinn hún bræðir úr sér af því að það vantaði að hreinsa nógu vel og það oft þannig að það meira atriði fyrir Guð að fá að hreinsa líf okkar heldur en það að við séum smurð hans anda og krafti og það meira atriði ég ætla að bæta við því sem að hann sagði þessi maður sem var að hlusta á vegna þess að það talaði til mín að hann sagði í öll þessi ár þar sem við höfum bara haft 5 eða 6 á bænastund þá var ég að biðja því að ég elskaði Drottinn. Núna erum við byrjuð að sjá kraftaverk og ég meina það breytir engu fyrir mig. Ég elska ekki Guð vegna kraftaverkana. Ég elska bara Drottinn alveg eins og þegar við vorum bara 4-5 og ekkert að gerast og engin vildi koma á samkomur hjá okkur. Ég meina ég elska Drottinn á nákvæmlega sama hátt í dag eins og þá kraftaverkin og fjöldin skiptir mig engu máli. Ég bara að þjóna Drottni. Og það máli systkini að við erum bara að þjóna Drottni sama hvort við erum hérna 2 eða 3, mér alveg sama. Bara ef að Guð kemur og ef að hans augliti hér, ef að hans hjarta hér, þá skal ég bara vera einn hérna. Mér alveg sama. Það skiptir ekki máli. Það sem skiptir máli að minn Guð, hann vilji vera með mér. Það það sem skiptir mig máli. Amen. Og núna tími ákvarðana við komum aðeins aftur inn á það áður við ljúkum þessu og þetta ekki bara ræða, þetta hjarta mitt. Ég bara segi ykkur það. Þetta ekki bara sumir segja, já, ég þarf að skrifa predikun. Nei, ég skrifaði að vísu niður punktana mína, en þetta búið að vera hjarta mitt síðastliðin 45 ár. Síðastliðin 45 ár. Þetta mín köllun. Og Guð setur í kirkjuna hirða, spámenn, trúboða, kennara og ég býð Guð að setja hér inn trúboða líka. Við þurfum trúboða og ég trúi því að þetta fæðist allt saman fram ef að við leyfum Guði að fæða fram. En það var á dögum hérna Faraós og Ísraels þegar þeir voru í Egyptalandi að þá herti Faraó tökin á Ísraelsmönnum og það var allt erfiðara. Og vitið það systkini að við erum að upplifa svona tíma í dag eins og ég byrjaði að hlutirnir að verða svona erfiðari á vissan hátt í heiminum. Heimurinn að herða tökin sín og það segir í Matteus 20. og 4. kafla að kærleikur manna að kólna. Það segir í Tímóteusarbréfinu að vondir menn að magnast í vonskunni en 24. kaflinn í Matteus segir að lögleysi mun magnast, kærleikur flestra kólna, en sem staðfastur allt til enda mun hólpin verða. Og það einmitt þetta að þegar heimurinn herðir tökin eða fara á þessa heims, segir við líðum ekki þetta lengur eða við líðum ekki þetta lengur, að þá það spurningin hvað ætlar þú að gera? Það bara einn sem hefur orð eilífs lífs. Ætlar að gefast upp og hætta eða ætlar að vera staðfastur, ætlar að vera stöðugur og segja Jesús, þú hefur orð eilífs lífs, ég ætla að fylgja þér. Og ég trúi því, við lesum líka í Matteus, að það miðnætti heyrðist hróp. Og ég trúi því að þetta hróp
sé núna í andaheiminum og í andanum að það einhver sem að hrópa vaknið, vaknið, komiði inn í bænahúsið, það þar sem ég Og ég ekki endilega að segja systkini að þetta þýði að þú verðir að koma nákvæmlega hérna. Ég bara að segja að bænahúsið andið þinn og sál, byrjaði að leita drottins. Vertu stöðugur í að leita drottins. Ekki láta neitt segja þér að það sé eitthvað annað mikilvægara heldur en að leita Guðs. Fara á herti tökin, en Ísrael átti fyrirbiðjanda sem hét Móses. Og Guð leiddi Ísraels menn út. Guð mun líka leiða sína kirkju út á þessum dögum. Sá tími skammt undan að Guð mun leiða sína kirkju út. En fyrst vill hann fá okkur með sér að við vökkunum. Og ég skrifaði hérna, ef Ísrael hefði ekki yfirgefið Egyptaland, þá hefði þeir áfram verið þrælar Faraós. Og hverju vilja vera þrælar þessa heims? Ef að Guð að kalla komiði, 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 hver vill vera þræll þessa heims? Það var ein hugsun í sambandi við kraftaverkin, af hverju sjáum við þau ekki? Ég skrifaði hér, myndirðu treysta kærulausum manni fyrir, sem veist að kærulaus og sammalt fyrir þínum dýrmætasta fjársjóði? Hefði Jesús Kristur treyst Ládikéu kirkjunni fyrir dýrð sinni? Nei, hann var fyrir utan Ládikéu kirkjuna. Hann sagði, þið haldið að þið hafið allt, en þið hafið ekki neitt. Og ég trúi því að þetta eina, ef við segjum svo oft, við erum búin að biðja, við erum búin að biðja, við erum búin að biðja, og svo erum við fulla heiminum. Við erum búin að biðja, við erum búin að biðja, við erum búin að biðja, og svo erum við upptekin að þessu og hinu. Guð vill bara fá hjart okkar. Hann vill fá okkur til að, já, en hann fekk það þegar ég endurfæddist, já, en þú tókst það aftur. Það svo margir sem hafa tekið aftur. Það svo margir sem hafa, það segir, ef þér hafið tekið á móti Kristi, lifið þá í honum. Kólossabréfið 2:7. Lifið þá í honum. Og það þetta hjarta Guðs. Hann þráir svo að eiga fólk. Ó að þeir hefðu þvílíkt hjarta, segir í Mósebókinni, að þeir óttuðust mig. Ó að þeir vildu hlusta á mig, segir í einu sálminum. Guð lítur niður að himni. Ó ef að líður minn sem við mig kendur. Ó ef að líður minn sem nefndur eftir nafni mínu. Eða vildu bara snúa sér frá sínum vondu vegum og leita auglitis míns. Þá mun ég skjótt græða upp land þeirra. Og Jósúa, hann var maðurinn sem leiddi Ísrael inn í fyrirheitna landið. Og það ein ritning, eða flettið hérna í Jósúa 24. kafla. Þetta svolítið athyglisvert, og ég predikaði einu sinni á kotmótum þetta líka. Ég fengi að predika tvisvar. Nei. En predikunum snerist einmitt þetta. Þeir voru komnir inn í fyrirheitna landið og það voru ennþá skurðgoð á meðal þeirra. Það voru ennþá skurðgoð á meðal þeirra. Jósúa segir í 24. kaflanum, vers 23, kasti nú burt útlendu guðunum sem hjá yður eru og hneigið hjörtu yðar til drottins Ísraels Guðs. Heyrðu Jósúa, var þetta ekki fólki sem var búin að taka landið? Var þetta ekki fólki sem var búin að sigra allt og alla? Var þetta ekki fólki sem var búin að gera mörg kraftaverk í nafni drottins Jesú Krist? Eða Jehóva Guð sem orðað þannig. Og þeir komnir aftur með skurðgoð. Heimurinn aftur farinn að skyggja á dýr Guðs. Það var komið eitthvað á milli aftur. Hann segir í versi 15, líkiður ekki að þjóna drottni, kjósi þá í dag hverju þið viljið þjóna. Hvort heldur Guðun þeim feðurið að þjónuðu, þeir bjuggu fyrir handan fljótið, eða Guðum Amoríta, hverra land þér nú byggið.
en ég og mínir ættmenn munum þjóna drottni. Hann segir bara alveg eins og Pétur, hvert ættum að fara? Þú hefur orð eilífs lífs. Við fylgjum þér, drottin. Við fylgjum, það var Jósúa. Það var Jósúa. Og hérna sjáum við mynd af þetta voru Ísraelsmenn sem sigruðu og tóku landið, og þetta oft mynd sem notuð kirkju sem er sigrandi og tekur landið, en samt í skurðgoðadýrkun. Og það þetta sem Guð vill fá að breyta áður en að endurkoma Jesú Krist kemur. Hann vill sitt fólk tilbaka. Jesús Kristur að fara að gifta sig, brúðurinn hans hefur búið sig og að búa sig, og viljum við vera með í þessari stórkostlegu brúðkaupsveislu sem framundan Viljum við vera með? Ég vil vera með. Ég vil vera með. Og við ætlum að koma saman, og þó við kemum bara saman til að segja í klukkutíma á hverjum degi, Jesús, ég elska þig, þá ekkert sem gleður hans hjarta meira. Við veitum að mörgum finnst þetta asnalegt og fíflalegt. Þú getur verið að gera eitthvað miklu þarflegra, segja einhverjir. Nei, við getum ekki gert neitt þarflegra heldur en að vera í beinu sambandi við skaparann okkar. Í Postulasögunni 1:14 sagt að þeir komu saman stöðuglega í einhverja 10 daga. Postulasögunni 2:1. Í Postulasögunni 1:14 þeir komu saman og voru stöðugir í bæninni. Ég skrifaði Guð fann. Guð leit niður og hann fann hópa fólki. Postulasögunni 2:1. Guð kom. Guð kom. Og það það sem við þráum, allavega ég, að Guð komi. Og menn segja, hann ekki? Jú, hann en ég þrái að hann komi í allri sinni dýrð með öllum sínum mætti og fái að búa með okkur hér í okkar samfélagi. Og ég trúi því að Guð, hann að safna saman fólki, ekki bara sem tilheyrir okkar kirkju, það hópur af fólki all land sem Guð að vekja upp. Og ég að tala við fólk, ég að biðja með einum trúbróðir á hverjum degi á Egilsstöðum, vonan sé að hlusta, að þá biður hann með mig núna. Og það eru fleiri og fleiri sem að ég finna hafa þetta hjarta að leita Guðs, og að við skipum okkur í skarðið landinu til varnar, að við verðum eins og Abraham, við segjum við drottin, við erum hér, þú miskunnar þessu landi. Drottin, við erum hér, þú fyrirgefur misgjörðir. Drottin, við erum hér til að reisa múra réttlætisins, eins og Esekiel talaði Drottin, við erum þitt fólk og við erum sáttmála börnin þín. Við erum hérna fyrir börnin okkar, fyrir næstu kynslóð. Við erum hérna í skarðinu til þess að börnin okkar megi hólpin innganga í ríki þitt. Og við erum stöðug. Við erum eins og Síón fjall sem ekki bifast, af því andi Drottins hér. Amen. Og við skulum bara ljúka þessari samkomu núna eða útsendingu með stuttri bæn, síðan ætlum við sem erum hérna í salnum að eiga sáttmála máltíð saman. Ég þakka þér sem varst að horfa og hlusta, og ég segi það ekkert sem stórkostlegra en það að fæðast að nýju. Ef þú ert orðinn 70 í dag, þá getur ennþá fæðst að nýju. Sama hvað þú ert gamall, þú getur fæðst að nýju. Jesús Kristur, hann sagði svona, það getur enginn séð Guðs ríki nema hann endur fæðist. Og hvað að endur fæðast? Jú, það það að við komum til Drottins Jesú, við byggjum hann að fyrirgefa okkur okkar syndir
og við segjum, Jesús, þú ert drottinn í mínu lífi. Ég vil fá að koma til þín og ég vil fá að vera með þér alla daga. Þetta er einföld bæn. Þetta er Guð hefur kallað þig og er að kalla þig og þú getur svara kallinu með því að segja, Jesús, já, ég vil. Og drottinn, við bara þökkum fyrir allt sem þú hefur gjört fyrir okkur, all okkar ævi hefur þú verið trúfastur eins og við sungum og Faðir, ég biði fyrir öllum þeim sem að heyra og sjá þessa predikun að þeir megi virkilega meðtaka þetta orð og að hungur komi til þess að leita þín og drottinn að fólk vilji setjast niður, krjúpa niður, eiga eina stund með þér á þessum dögum því að þú hefur vissulega orð eilífs lífs og engin annar. Og Faðir, við gefum þínu nafni dýrðina á þessum degi, drottinn. Við leggjum börnin okkar í þínar hendur, við leggjum þjóðina okkar í þínar hendur. Drottinn, við leggjum þjóðirnar í þínar hendur og við biðjum, gef oss þjóðirnar fyrir Jesúm Krist, gef okkur þessa þjóð fyrir Jesúm Krist. Amen. Segi bara amen. Amen. Og takk fyrir.